Góðan dag. Stundum ganga hjá garði manns fólk sem á eftir að hafa áhrif á lífið, á líf mitt að minnsta kosti, því að fyrir þó nokkuð mörgum árum, kannski 8 til 10 árum, að þá kynntist ég konu sem var svo elskulega að mæta til krafts þar sem að ég vann til þess að búa til armbönd og við höfum verið vinkonur síðan. En það er ekki bara þess vegna sem ég fæ hana hingað til mín, heldur vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, sérstaklega Facebook, þar sem hún hefur viðrað skoðanir sínar á þjóðmálum, pólitík, umhverfismálum og bara nefndu það og fengið mikil viðbrögð, verð ég að segja. Og þó að ég sé nú ekki mikið fyrir að taka pólitísk viðtöl eða viðtöl efnahagsmál, þá fannst mér kjörið að fá Ingibjörgu Ottesen hingað til mín í dag og verður velkomin, Ingibjörg. Takk að þér fyrir. Ég má nú til með að byrja því að spyrja þig, ertu alin upp í pólitísku umhverfi? Já, það má nú eiginlega svolítið segja það, að það var nú ekki mikið, en það er svona ýmislegt sem kemur þegar ég hugsa það, Pabbi var dálítið hávær og var mikið í svona verkalýðsfélagi, virkur og já, ég man vel eftir því en mamma kemur úr sveit aðeins öðruvísi pólitík, en þar var pólitík samt, en hún gekk út á kannski annað. Svo var kostningaskrifstofa heimiliðin í Breiðagerðinu. Já, ég hef nú gaman að segja frá því. Þá urðu vendingar í mínu lífi. Ég get alveg sagt það. Það var þannig að við vinkonurnar, sem eru nú vinkonur enn, búin að vera frá því vorum 5 ára, við vorum að þvælast á milli kostningaskrifstofa og það var ein ofar í Breiðagerðinu, XD, og þangað fórum við og fengum kók og Prins Pól og fullt af krökkum og okkur var sagt það að ef við myndum kjósa þá, þegar við erum stór, þá erum við ríkar og ef við myndum kjósa kommana, þá erum við bara fátæk. Og það var XG í glugganum upp á lofti heima hjá mér og ég var nú sennilega mjög hvatvís og ég fór heim og upp á lofti var aðalmaðurinn þar Guðmundur nokkur, Guðmundsson, Guðmundur Jóð, alltaf kallaði bara Gvendur Jaki og ég lét hann vita því að ég myndi aldrei kjósa kommana því þá ég fátæk og ég var með einhver læti, þannig allavega það mikið læti að hann kom niður stigann og bankaði á millihurðina inn í heima og hjá mömmu og sagði, Bóel mín, má ég tala aðeins við hana dóttur þína? Og ég fór inn í stofu og þar settist ég bara í fangið á Guðmundi sjálfum, Gvendi Jaka, og hann fór að segja mér frá fátæku börnunum í Afríku og svo verkamönnunum niður á Höfn sem voru biði í röðum í kulda og krapi, hvort þið fengju smá vinnu í uppskipun, en þetta var svo pólitískt að það var mikið svona tilhægri þá að sumir fengu vinnu og bara aðrir ekki og börnin sultu, heilu hungri börnin heima fengu ekki að borða. Og ég myndi eftir því þegar það hafi verið rosalega mikið verkfall, þá var ég enn yngri, ég 11 ára þegar þetta að þá þurftum við að spara olíuna, það var olíukynning þá heima og þá var rosalega mikið talað pólitík. Svo var ég heilmikið á heimili föðursystur minnar, Huldu, af því hún átti son sem var á svipum aldri ég og þar var mikið rætt pólitík og óréttlætið í heiminum og þetta. Þannig það er alveg hægt að segja það. Þú hafi orðið sósíalisti bara á þessum tíma?
Já, hvað maður kalla það, já, sósíalista eða vinstri sinnuð eða bara mjög félagshyggju sinnuð og ég hef aldrei mátt sjá eitthvað síðan. Bara fátækt fólk. Og hvernig náði standi að fullt af ríku fólki og svo fátækt fólk, það hefur einhvern veginn. Og orð hans Guðmundar, Gvendar, hafa ábyggilega bara sitið í mér og sitið enn að því ég og þessi vinkona mín við deilum stundum en við reynum að tala ekki pólitík því það endar yfirleitt þannig að önnur leggur á hina, það eru stutt kveðja sko en sem betur fer þá kærleikurinn sterkur, við erum búin að vera vinkonur í yfir 70 ár og alveg börnin eða þau börnin okkar þekkjast, þetta mjög náin svona vinátta en hún alveg stæk sjálfstæðiskona en mjög réttlát og réttsýn og myndi aldrei nokkuð tíman ljúga máli sínu til Nei. Hún bara mjög réttsýn Þú varst hvað langt síðan þú byrjaðir að tjá þig á samfélagsmeilum á Facebook? Ég var nú kennari þegar að Facebook kom og þá var ég ekki mjög mikið af því. Mér fannst ég ekki geta gert það meðan að ég var kennari á kenna í grunnskóla. En ég hef alltaf tjáð mig og jafnvel sko kölluð og gengst alveg við því að vera ipagogg. En ég hætti að vinna 68 ára gömul, 10 ár síðan og þá var ég alveg frjálsaði að skrifa og byrjaði kannski þá og svo eflist ég með ári hverju. Þú skrifar allt mögulegt milli heims og jarðar, þó aðalega pólitík verð ég að segja en þú hefur verið að skipta þér af umhverfisvernd og réttindabaráttu samkynhneigðra og nefndu það bara allt sem að nöfnum tjára nefna og þú talar mjög tæpitungulaust á Facebook. Já, það hefur verið kvartað undan því, ég sé bæði orðljót og dóni og það allt í lagi. Ég get ómögulega notað einhver jesúnöfni þegar ég að tala því ég sé að fólk beinlínis vont, svíkur, lýgur, þá á ég þá bara ég nota orð við hæfi að mér finnst sko. Þá Og þú hikar ekkit við að láta fólk heyra það sem þú ert ósátt við. Þú varst til dæmis núna daginn að gagnrýna bæði Jón Bjarnason og Ögmund Jónasson. Já, það nú líka heldur betur ástæði til þess finnst mér. Bara hvernig stendur á því hvernig stendur bara virkilega á því frá því að þessi flokku var stofnaður og stefnumálans passa alveg við mitt en ég satt 2 fundi þar sem Steingrímur Jóð var og Margrét Frímannsdóttir. Það var svona svolítið keppni kannski eða eitthvað á hvor yrði nú aðal og þegar það var verið að stofna samfylkinguna en ég held að Steingrímur hafi bara alls ekki þolað vinsældir hennar og þá sá ég það mun aldrei verða hægt að stofna sameiginlegan vinstri flokk eða félagshyggju vegna þess að frekjan í sumum svo mikil, þeir ætla bara stjórn og ráða og skiptir ekki máli. Engin millivegu farin og bara svona frekja. Og hvernig stendur á því miðað við hvernig þeir töluðu þá og þau, að það hefur ekkert breyst. Þjóðfélagið hefur breyst, kaupmáttur orðið miklu meiri, en það jafn mikil fátækt og var þá og það hefur meiri segja bara velferð öll, hún hefur hnignað og kapitalism, þetta byrjaði náttúrulega þegar var farið að selja eiginlega kannski þegar kvótakerfið
ekki þegar það kom á heldur þegar það var gert framseljanlegt að þá hefur bara kapitalismin og bara peningafli ráðið og ég sé ekki betur en að það sé bara frammi glæpur alltaf á Alþingi, bara nánast á hverjum degi. Þetta fólk sem ætlar að vinna landi og þjóð gagn, það gerir það ekki, það bara bundið einhverjum hagsmunaöflum og það ekkert samtal tekið, þeir bara ráða. Hvað áttu við með því, Ingibjörg? Já, til dæmis eins og með þessa sölu á eignum ríkisins og sjókvíaeldi á Seyðisfirði. Þar málið mér svolítið skilt. Ég bjó á Seyðisfirði og eignast fyrsta barnið mitt á Seyðisfirði, giftist Seyðisfirðing, fallegu fjörður, 70% af Seyðisfirðingum á móti þessu sjókvíaeldi og það búið að sanna það að það getur haft mjög vond áhrif. Ég aldrei tengt Noregi og veit alveg að þeir sem stunda þetta sjókvíaeldi, þeir geta ekkert lengur gert það í Noregi af því þeir eru búin að brenna sig á því hvernig fugladauði og annað og mengun og eyðileggja laxveiði ár. Hvernig stendur þá á því að stjórnmálamenn stopp ekki, tak ekki þá viðvörun og læra af reynslu annara. Mér finnst það glæpur. Og það sem að gera snúna að þetta framsal að það í þinginu þetta lagareldi að gera það framseljanlegt líka og hverjir kaupa. Við erum búin að sjá það þegar að Borgun var selt til dæmis kreditkortafyrirtæki út úr Landsbankanum ákveðin fjölskylda sem keypti og svo selur hún þeir það aftur og það komið til Ísrael sem sagt. Vísakortið sem var fyrst Borgun og svo Valitor, nú það Rapid og þetta finnst mér vera glæpur. Þetta ekki eitthvað frjáls viðskipti þegar verið að víla og díla með ríkisegur. Já, þetta. Já. Þú hefur líka gagnrýnt heilmikið þá sem eru hræddir við aðildarviðræður við ESB, út af vegna ESB. Sko, þetta náttúrulega bara hneyksli. Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að fólk leyfi sér að vera með dylgjur og lygar. Við erum ekki búin að sjá samningin. Og það allt í lagi að skoða aðeins hvernig landbúnaður rekinn hér á landi og líka sjávar útvegur. Og eins og til dæmis með landbúnað, ég myndi aldrei samþykja ekki að ganga í ESB ef að leggja niður landbúnað á Íslandi. Það verður að framleiða matvæli í heimi þar sem matvælaskortur, þá verðum við að vera sjálfum okkur nóg. En það má alveg ræða þetta svínari sem fylgir svínum og fleira, hvernig þetta gert og blóðmerahald og allt sem því við víkur. Það allt í lagi að skoða þetta og leyfa þjóðinni svo að sjá þegar búið að fullklára samningin. Og svo þessar dylgjur ráðamanna eins og við þegar aðildarviðræðurnar voru, þegar Jóhannustjórnin kom, þá var það í stjórnarsáttmála að klára þessar aðildarviðræður. En það var ráðherra sem var nú látin bara fara af því hann stöðvaði og stoppaði með alls konar að tefja og bannaði mönnum að fara til. Svo kemur hann núna bara fyrir nokkrum dögum og segir að ESB hafi verið að bera fé á samningamenn. Og hvað þýðir það? Við sem eldri erum og höfum sæmilegan lesskilning, við vitum hvað það þýðir. Það þýðir mútur, bara á hreinni íslensku. Og ég fór nú að kíkja á þetta og lesa þetta.
þá þetta eitthvað svona EPA, einhver styrkur, ég kann ekki að segja það á ensku, en það svona öll lönd sem í aðildarviðræðum fá þennan styrk til að aðlagast reglum Evrópusambandsins. Og það bara opinsgott, það ekkert verið að fela neitt, þetta bara styrkur. En hann leyfir sér þetta. Forsetinn fyrrverandi, hann leyfir sér alls konar dylgjur það og akkur á móti því. Þetta svo hróplega mikið á móti lýðræði. Ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei, ég myndi segja sennilega já, en ekki ef við þurfum að gefa frá okkur fiskveiði auðlendirnar, en það má alveg skoða hvort það sé ekki hægt að breyta einhverju. Við vitum það, við ráðum hvort ég engu það, því það bara nokkrir og fáeinir aðilar sem verið að stráða öllu í sjávarútvegi á Íslandi og taka mestan arðinn af því. Við fáum bara eitthvað örlítið, þó svo að sé búið að hækka veiðigjöldin, að þá eru þessir aðilar sem eru þarna Samherji og Guðbjörg í Vestmannaeyjum og Guðmundur í Brim og fleira. Þeir eru farnir að kaupa upp fyrirtæki alveg ótengd sjávarútvegi og eigorði bara meira og meira, og við vitum það eftir því sem þeir eignast meira, þá ráða þeir meira. Eins og hvað gerðu þeir þegar var tilkynnt hækkun veiðigjalda? Þeir hótuðu bara að fara úr landi og fara með fiskinn annað. Hvernig má þetta vera svo á móti því að við fáum að sjá aðildarsamning og þeir hika ekki við að ljúga þetta fólk sem í vinstri grænum, að því það á móti Evrópusambandinu og svo hægri elítan, spillingar elítan, og við sem höfum lesið Eimreiðar elítuna og besti vinur aðal og eigum rannsóknarskýrslu Alþingis, við vitum þetta svo mikil spilling, og ef við göngum í Evrópusambandið þá missir þetta fólk heilmikið vald og þetta gerræði sem við líði núna, og við vitum, en stjórnmálamenn eru bara ekki heiðarlegir en þetta, að þeir eru eins og þau séu bara undir. Já, þeir stjórnast bara af þessum hagsmuna aðilum. Maður velti því líka oft fyrir sér við hvað fólk svona hrætt. Það bara verið að spekulera hvað verður í pakkanum, að vera að kanna það. Það var allir möguleika að segja nei þegar það kemur. Við hvað fólk svona hrætt á þessari stundu? Já, það að samningurinn sé þannig að Íslendinga verði ánægðir með hann og bara Danir, Svíar og Finnar sem eru yfir 80% ánægðir, og með samningin að hann hafi bætt og betur bætt reglugerðir. Á óttin þeir missa tökin. Já, þetta fólk sem búið að vera með völdin í 20 ára. Óttast þetta fólk þá að þjóðin segi já við góðum samningi, hugsanlega? Ég var að lesa það í gær, að því ég vissi að þú myndir spyrja eitthvað svona. Þá var ég að lesa það í gær, ég spurði reyndar bara alla frænda. Hver þau áhrif þess á Samherja ef við gengjum í Evrópusambandið? Jú, mjög mikil áhrif var sagt. Þeir myndu tapa ýmsu, það eitthvað með makrir og eitthvað. Ég get ekki farið efnislega nákvæmlega út í það, en það myndi þeir myndu missa tök á mörgu. En það ekki allt í lagi? Einhver ánægð með það að nokkra fjölskyldur í landinu skulu bara moka til sín upp úr auðlindum sem við eigum sameiginlega og sýna þessa frekju? Og ef það náttúrulega bera fé á.
við vitum það og það eru málaferli, við vitum alveg hvað gerðist í Namibíu þó þeir þrætti. Viljum við á endanum, munum við verða bara eins og Namibía vegna þess að ef við ætlum að virka hér bara og láta erlenda ólígarka taka hér völdin, kaupa þá orku sem að við framleiðum, við notum bara 20% og svo bara virkja meira og hann hótar okkur forstjóri Landsvirkjunar að við verðum að halda áfram því annars missum við verðum alltaf að halda áfram. Svo var einhver eitt sem sagði á samfélagsmiðlum, það var eins og með fyrirtæki, ef það stöðvaðist að stekka það, að það færið á hausinn. Þannig að það er verið að segja mann það, ef að þetta er rétt, að hvað gerist ef þú blæst í blöðru og blæst of mikið? Hún springur. Já, er það ekki? Hvernig er þetta með það að erlendir auðmenn eru komnir hér og eiga sjókvíaeldi og þeir og bara alltaf eiga að selja og leyfa erlendum aðilum að fjárfesta hérna og svo seljum við grunninnviði. Við erum öll manneskjur. Við höfum öll sömu grunnþarfirnar. Á hverju eiga menn og konur í krafti valds að fá leyfi til þess að arðræna þá sem að minna hafa og aftur að vinstri grænu frá því þeir voru stofnaðir hefur fátækt aukist, allt velferðarkerfis bara minnkað. 4 ár var hún, held ég, menntamálaráðherra hún Katrín. Akkur lagaðist ekkert í skólamálum og grunnskóla. Tæknilega kunna flestir strákar að lesa og stelpur líka. Þau eru ekki ólæs, þessir krakkar. En skilningurinn er bara farin. Og ef að, hef ég mestar áhyggjur af því að ég bara drepist á henni, get komið þessu öll til fólksins, það verði að fara að reka hér skynsemmispólitík en ekki þessa harðkapitalísku sem er að kveiki í jörðinni. Þessi stjórnun sem er. En hvað segir þá þessa hægri sveiflu sem að nú veriðist vera ríkjandi, ekki bara hér heldur víða erlendis? Það sama. Það er bara sama. Þessi græðgisvæðing og græðgi bara eina dauða syndunum 7. Og græðgi þetta minni mig á bara alkoholisma eða fíkni og ég hef nú aldrei sagt að taka og breyta því og fór ekki á námskeið, fór í skóla og er áfengis- og fíkniefna ráðgjafi að mennt til að reyna að stoppa þá sem ég þykir væntum ýmsu. Þetta minnir mig á það er eins og græðgin, hún ráði yfir fólki, hún stjórni fólki eins og fíknin. Þetta er fíkn. Að geta ekki slakað á þegar maður er búin að eignast þar sem þarfir manns segja til eða húsaskjól og já, það er bara endalaust. Nú hefum við lesið það að Bretar er ekkert sérstaklega ánægðir með það að hafa gengið úr ESB? Nei. Elítan er ánægð og það er hún sem stjórnar því að það farið, það Thatcher hreyfingin sem að stjórnar því að þið ganga úr sem kallaði Brexit. Já. Og það er yngra fólk sérstaklega sem að hefur þurft að líða fyrir það og efnahagurinn hefur hrunið og það er ekki eitthvað, ég er ekki vön að ljúga,
ég fæ allt staðfest og athuga áður en ég segi, það er bara ekki góð staða í Bretlandi. Þeir sögðu sig úr að því þeir ætla að losna við að þurfa að taka á móti svona flóttafólki og stjórna ýmsu og vildi ekki beygja sig undir reglur ESB. En núna er 80% af ungu fólki undir 40 sem vill aftur inn vegna þess að þetta er bara ömurlegt. Og það er eins og sumir tali þannig að ESB sé eitthvað land þar sem einhver kongur ríkir sem að ráði öllu. En við vitum að ESB er bara svona reglífa samtök þar sem að fólk er sammála það að liðka til fyrir viðskiptum og menningu. Við erum mjög lík, við komum af þessum Evrópuþjóðum. Írland til dæmis hefur það mjög gott í dag, en þeir hafa ekki haldið vel á spilunum, innviðir og annað hefur orðið svolítið að dala fyrir græðki. Þannig að það er erfitt í Írlandi, en það kaupmáttur hefur fókið upp eins og hér. Eins og þar sé, ég man þegar einn stjórnmálamaður alveg varð rauður hvað þeir hefðu gert vel, annar af helmingaskiptaflokkunum sem var að tjá sig aukinn kaupmátt. Víst við getum farið á Temu og keypt alls konar rusl og við bara mamma mín keypti ekki eins mikið að dóti og ég, og þetta er mikill kaupmáttur, en hvað hefur látið í minnipokan? Það er velferðin, það er innviðir, og þeir hika ekki við að selja arðbær fyrirtæki úr eigu borgar og ríkis, þessi stjórnmálamenn, og það er glæpur, það er bara þjófnaður að mínu mati, og þjófnaður er glæpur, að því þeir vilja bara einkavæða arð og svo ríkisvæða tap. Við getum sitið uppi með það. Við sáum það kannski helst eins og til dæmis með HS Orku, þegar að það er selt til einkaaðila, og ég held að séu bara útlendingar sem eiga það í dag. Svo kemur eldgos, hvað þá? Þá erum við að vinna og eyða milljörðum í að passa upp, auðvitað þurfum við að passa þessa, að því það þarf heitt vatn og annað, en þeir þurfi ekki neitt að borga. Mér finnst þetta óréttlátt, sumum finnst það kannski ekki, en ég get ekki séð neitt réttlæti því að einkavæða allan arð og ríkisvæða öll töp, og svo tímir þetta fólk ekki að borga skatta. Þeir sem hafa hæst háa skatta, það eru þeir sem eiga grjót nóg að peningum. Og svo sáum við eftir hrunið hverjir það voru sem að fengu afskriftir. Núna eru svona ESB sem segja nei, að tala kúlulánadrottninguna. Maðurinn hennar hafði fengið eitthvað lán og það var afskrifað. Hvort það talaði 1700 milljónir, 1,7. En það voða lítið talaði þess að 130 milljarðar sem að fyrirtæki Bjarna Ben og hans félaga og fjölskyldu fengu afskrifa. 130 milljarðar sett í samhengi við alla fasteignir í Grindavík sem náðu ekki einu sinni 100 milljörðum. Maður velti í stundum fyrir sér líka hvernig stendur á því að íslenskir stjórnmálamenn þurfa aldrei eða sjaldnast að sæta ábyrgð ef þeim verður á. Ég minnist þess einhvern tímann að einhver ráðherra út í hvort það var í Svíþjóð eða Noregi notaði kreditkort þingsins til að kaupa sér mjólkupott eða eitthvað álíka, og hún sagði af sér. Ég meina, einhver sem notaði hann í leigubíl sagði af sér. Já, eitthvað svoleiðis, eitthvað smáræði, en hér komast menn upp með allt mögulegt. Komast upp með? Sko, ég hef ekki lesið bókina, en ég hitti Svein Harald Aukort sem var fenginn hér sem seðlabankastjóri á eftir Davíð, og hann skrifa bók þar sem hann skrifar
mjög opinskátt spillinguna, þöggunina og hvernig sjávarútvegurinn og kvótinn var einkavæddur, tengdum aðilum og fleira. Svo þegar þetta var í ríkisstjórn Katrínar, það var verið að spurja þetta. Það var enginn sem svaraði og enginn sem bar ábyrgð á öllu því sem hann sagði. Hann kemur hér, seðlabankastjóri í nokkur ár og hann sér spillinguna, hvað þetta rosalegt, en það ekkert gert. Það segir mér það að þeir sem á þingi, sama í hvaða flokk hann þetta bara svona einhvers konar samtrygging. Þeir verða bara samdauna því sem þarna í gangi. Já, og þeir legg ekki, þeir þor ekki. Ég held að því núna orðið svo há laun, þeir búin að hækka laun sín langt umfram svona almennu vinnumarkaði. Þeir voru ekki ofsælir af launum sínum frekar en bara verkamenn hérna kannski áður fyrr. En núna þeir konir með laun sem ég finnst vera bara hvað hefur fólk að gera við svona há laun. Og embættismenn eins og forstjóri Landsvirkjunar sem ég ætla ekki að nota orðin sem ég hef hann, ég geri það svona bara heima og segja það oft upphátt, sem hótar okkur bara við færum í moldakofa ef við höldum ekki áfram að virkja og níðast og nauðga jörðinni. Hann notar náttúrulega ekki níðast og nauðga, ég að búa það, ekkert að búa það til. Það svo upplifun sem ég hef. Þetta neðri hluta, að virkja neðri hluta Þjórsár ekki komið nóg. Þetta líka spurning kynslóðirnar sem að koma á eftir okkur. Þetta óafturkræft allt sem gert í náttúrunni. Það segir sig sjálft. Það segir sig sjálft og þeir til dæmis talað að það sé nú ekki í vindmyllum, það sé hægt að taka það niður. Ég veit ekki hvort að þú hefur hort á þáttinn þegar var verið að taka niður vindmyllurnar í Þykkabæ. Það var hræðilegt að horfa upp á það, sprengja í marga daga, síðan þarf að keyra þessu öll í burtu og fleira. En svo segir sumir það sé ekki mengun af vatnsvirkjum að sökkva hérna bara fallegu landi, sáum hvað þau gerðu hérna fyrir austan. Ég átti heimaustur á Hvolsvelli þegar það var aðal verið að virkja þarna upp í Sigöldu og upp í Þjórsáverum og fleira, Búrfelli. Auðvitað þurftum við að virkja, en ekki komið gott. Við notum bara 1/5 af orkunni sem við framleiðum og það ekkert verið að lækka verð til bænda til að láta þá kannski fara að framleiða bara grænmeti, allt grænmeti sem við þurfum. Grænmetisbændur hafa nú lengi kvartað yfir háu orkuverði til sín. Já, hvernig stendur á þessu? Til hvers þessi stjórnmálamenn? Og til hvers þessi stjórnmálamenn? Mér finnst það alveg rosalegt klúður að fara eitthvað að gefa þjóðinni kost á því að segja nei við aðildarviðræðum. Þessi stjórnmálamenn eiga bara að klára þessa viðræður og síðan að leggja það í dóm kjósenda. Ég skil ekki þennan millileik og bara spyr mig á hverju var hann settur á? Já, það góð spurning. Já, svo þetta náttúrulega stundum svolítið erfitt. Föðurfólkið mitt mjög vinstrisinnað, flest hvert. Amma mín var mikil kvenréttindakona og stofnaði kvennafélagi Framsókn held ég, eitthvað mikið. En svo austur á Hvolsvelli, þar á ég fólk sem mér þykir svo undurvæntum og bara þar held ég að ég hafi fengið og lært að pólitík líka samtal og svona þar sem góðmennskan við völd
og hjálpast að Framsóknarflokkurinn og systkinabörn mín 2 hafa nú verið á þingi og ég get alveg nefnt þau, Ingibjörg og Ísólfur. Þetta fólk sem ég myndi treysta lífi mínu sko fyrir. Þetta svo gott fólk. Þannig þegar ég að segja aldrei að kausi Framsókn, þá það ekki þau. Því Framsóknarflokkurinn, hann var allt öðruvísi því ég var krakki. Það voru allir að hjálpast að og allt sem við þurftum fékkst í kaupfélaginu. Og þegar ég og fyrir maður minn byggðum, þá var maður minn að vinna hjá kaupfélaginu og þeir byggðu fókælt hús og seldu okkur á kostnaðarverði. Það var allt gert svona eins og maður vill hafa þetta. Hjálpast að, veri ekki að ræja náungan, bara, já. Ég má minnast á það, ég má kannski segja það. Að 17. júní var í gær, en það 18. júní í dag og afi minn fættist hann dag aldamóta árið, Íslefur Sveinsson. Og ég á því láni að fagna að hafa verið svo óþekkt þegar ég var krakki að ég var send bara reglulega til af og ömmu svona til að hvíla mömmu. En þetta hátíðsdagur hjá mér. 18. júní. Já. Við skulum aðeins nú okkur aftur að já, við höfum eftir að ræða eitt mál sem að þér mjög hugleikið og það er bara málefni innflytjenda á Íslandi og hvað segir þessa nýju búðir sem er verið að setja hann upp, flóttamannabúðir? Ég veit að þeim vandi á höndum. Ég veit ekki hvers konar þetta er. Nú búið að vera flytjum fullt af fólki. Hér hefur aukið sklæpatíðin og annað, en þetta fólk sem flóttafólk og kemur hérna með börn að koma bara flýja og reyna að finna betra líf, bara eins og þegar að kreppa mikla var hér fyrir aldamóti 1900 og Íslendinga fóru bara á opnum bátum bara yfir til Bandaríkjanna og Ástralíu og annað. Og ég held að sé í eðli hverra manneskju að reyna skaffa börnunum sínum örugt umhverfi og mér finnst þetta ekki vera svo rosalega margir sem koma hérna með börn að þau komast inn í landið og annað og eru hérna, þá finnst mér þau eigi bara að fá að vera ef að fólki getur sko bara unnið eins og við Íslendingar. Það er bara að hjálpa fólkinu að fara að vinna og sjá sig sjálft. Ekki alltaf verið að hvetja íslenska konu til að eignast fleiri börn og eðlilega nennaði þær því ekki sko. Eða vilja það ekki, að því það ekkert sérstaklega vel búið að börnum. Við sjáum það bæði í leikskóla og grunnskóla og hvernig það þegar börn og unglingar lenda í vanda. Það núna bara sent til útlanda og með hræðilegum afleiðingum eins og nýlega dæmi sanna. Þannig að það sem mér finnst það að setja, það nú eitthvað búið að milda þetta nú að setja foreldrana einhvers staðar í hús þar sem þau fá ekkert að fara út og börnin þar. Ég á bara ægilega erfitt með þetta. En ég skil af því að þessar reglur eru komnar að takmarka, við getum ekki tekið á móti öllum, en ég myndi ef ég reyna allt sem gæti til að geta tekið á móti fjölskyldum með börn, að finna þeim einhvern sess í íslensku samfélagi, í stað þess að vera flytja hérna fullta fólki inn frá Austantjalslöndunum sem geta bara þá verið heima hjá sér. Þau ekki að koma með börn, það fylgta bara farandverkamönnum sem að koma hérna. Já, það líka spurning að skoða hvert tilfelli fyrir sig en ekki einblína á einhverja reglur eins og Útlendingastofnun gerir. Hún fer bara strangt eftir lagabókstafnum án tillis til aðstæðna og án þess að líta á mannlegu hliðina, leyfi ég mér að segja. Ég þér að segja því ég nú bara í sjónvarpsviðtali að þá ég kannski ekki svo dómbær, ég svo heit út í
þessa stofnun, útlendingastofnun, ég er búin að vera oft og mótmæla. Ég hef farið með búið til drullubolta til að hendi dómsmálaráðuneytið. Það átt að reka hérna, ég var búin að vera lengi hérna fyrir utan ráðherrabústaðinn í Tjarnargötu og þarna komu þær niður tröppurnar bæði Áslaug Arna og Katrín Jakobsdóttir og þetta, hvernig getur fólk verið svona kátt og þá að vera að reka fjölskyldu með börn, jáfnvel sem eru fætt hérna, samber rússnesku tvíburana, 10 daga gamla. Þetta gerir mig svo reið að það rænir mig svefni og hérna mér er sagt að ég verið bara að vinna í því sjálf og ég veit það, ég ábyrgð á eigin tilfinningum. En hvernig er hægt að gera svona gegn börnum? Ég næði ekki, þannig að ég er svo heit að ég sennilega, já, hvað á maður að kalla það? Óhæf til að fjalla það, því ég bara verð svo reið. Mér langar bara að blóta þessu fólki í Sandösk og jáfnvel berja það, svolítið. ég hef samt ekki látið það eftir mér, en þegar ég fór alein, ég ætlaði þetta grjóti, en að því ég lærði að mömmu minni að fara vel með og skemmi ekki hluti, þá náði ég mér í bara mold og vatn og ég var alein og tók enga með mér og hún Áslaug Arna var keyrð þarna framhjá og ef ég hefði verið tilbúin þá hefði ég skutlað bolta þangað, en þetta endaði með því það kom stór og mikill lögreglumaður, svona 60, ég veit ekki hvað hann heitir. Hann talaði við mig eins og ég er náttúrulega fullorðin, þó ég líti ekki á mig sem eitthvað öðruvísi en þegar ég var 20 ára. Hann kom og sagði, heyrðu, vina mín. Og svo bara tekur hann mér fangið. Og ég held ég hefði grátið 1-2 daga, sko. Þá hætti ég og fór heim. Og ég veit það er ekki gott að vera svona. Ég þarf að hafa heimil á mér. Ég græði ekkert á þessu. En ég verð stjórnlaus þegar ég verð svona reið og sorgmætt saman. Sama tíma. Ég hugsa margir sem eru að hlusta á þig núna og horfa, hugsa með sér, hvað er kona sem er orðin 78 ára gömul, þú varst ekkert að leyna því, þú sagðir það áðan. Hvað er konan að hugsa að fara að senda drullubolta í hús og mótmæla, rífa kjaft á ég leyfi mér að nota það orð því að þú notar það sjálf, rífa kjaft á Facebook. Hvað fær þig til að gera? Er þetta bara réttlætiskendin og... Já. Ég er alin upp á milli 2 bræðra, frábæra bræðra, og í móðurlegg var mikil svona kvenréttindi virt. Pabbi minn var eini sonurinn. Hann lærði þó brjóta saman þóttu annað, en það átti að taka annan vinkil á þetta heima hjá mér. Ég átti að vaska upp og ég átti að busta skó. Þannig ég byrja bara strax sem krakki að mótmæla að ég að gera eitthvað meira, af því mér hundleiðast svona. Ég vildi líka vera strákur, það má nú alveg koma fram, alveg. Ég öfundaði þá alveg ofbáslega, bræður mína. Og sem betur fer, þá var þetta ekki núna, heldur í kringun rétt upp úr miðri síðustu öld, að því ég lék mér eins og strákur, ég klifraði og vildi vera dugleg eins og eldri bróðir minn að teika bíla, en þetta var allt bannað og ég fekk alltaf skammirna, sko, bara hagaði mér eins og strákur og ég vildi vera strákur. Og þeir fengu engar skammir fyrir að teika? Sko, þeir, já, ég veit ekki hvort það sá yngri var mikið í þessu, en sá eldri hann var ekki svona hávær eins og ég. Hann komst upp með allt, sko, en elstur. Ég var alltaf svo hávær og
ég skil það vel að þetta var bara erfitt fyrir foreldra mína og oft í En þótti skólanum. það ekki bara við hæfi að strákar væru háværir og með læti og Já, stúlkur átt þeir að vera... voru það ekki, ég var það. Já, stúlkur átt að vera Já. penar og hljóðlátar. Og ég vildi bara vera strákur, ég bara ofbáðslega langaði það, þangað til ég var kynþroska, þá vildi ég bara vera með þeim. En Ymba, þegar að þegar bara þessi viðbröð sem þú hefur fengið, þau hafa verið mjög sterk á Facebook og það, ég sé það stundum í athugasemdakerfinu að fólk lætur móðan mása hvað þú viljið nú upp á dekk og að mótmæla því sem þú segir og þú hefur jafnvel fengið símtöl og annað slíkt og gott ef ekki hótanir. Já, ég fengi það og svo ég líka fengi góð símtöl. Eftir ég aðdyrti Ögmund Jónasson að þá hef ég fengið 3 símtöl og bara viðbröð með þakklæti að fólk sé átt að sjá því að ég held að fólk sé átt að sjá því við erum að borga alveg rosalega marga milljarða til stjórnmálamanna sem gera akkurat ekki neitt en svo hef ég fengið hótanir og svo líka annað. Hvað heldur þú að þú sért? Já. Það dálítið mikið tekið á mig. Já, það svolítið merkilegt. Og það dálítið, það jafnvel fólkið mitt sem segir slíkt. Já. Akkur þú, hvað heldur þú sért? Heldur þú hlusta einhver á þig? Já. Vill að meina að þú sért ekkert nafn, þú ert ekkert fræg í samfélaginu. Nei, og bara einu sinni sendi ég bréf á Katrínu Jakobsdóttir og ein frænka mín sagði hvað heldur þú sért, þú getur bara skrifa forsætisráðherra. Já, en ekki hvað. Eða ég kann þetta ekki að ég ber virðingu fyrir öllu fólki sem ég tel vera gott fólk. Það skiptir ekki máli hvort það að taka rusli frá mér eða hvað. En ef ég ber ekki virðingu fyrir fólki, það hefur gert eitthvað sem mér finnst á móti minni réttlætiskend, sem þarf ekki að vera réttlætiskend annara. Og líka siðferðiskend. Ég geri mér grein fyrir því, sem særir siðferðis og réttlætiskend mína, þá ber ég bara enga virðingu og þá læt ég allt flakka. Og stundum, jafnvel og mikið, sko. og teka alveg til mín. En núna ég komin á það að ljót orð passa þar sem öðrum finnst ljót orð, sko. Orð eru bara orð. Svo lengi sem ég líði ekki að fólk, að ég ekki að ljúga, ég má bara nota þau orð sem mér finnst passa. Ég bara tillæt mér það. Og að bölva, mamma mín bölvaði nú að lítið, henni fannst þetta dálítið erfitt hvað ég bölvaði. Ef mér langar að segja helvíti þá bara get ég alveg en sagt það eins og Guð almáttugur. Ég sé ekki munin. Þetta eru orð yfir sitthvorn hlutin. Þú hefur aldrei lent í vandræðum út af þessu? Fólk vilja bara hreinlega sækja til saka fyrir eitthvað? Jú. Heyrðu, ég veit ekki hvað maður fer langt í að nafngreina, en ég get alveg sagt þér það að svona létt hótum frá pappans eða föður, hann Sigmunda Davíðs, ég hef látið Sigmund Davíð heyra það svolítið, og svo hann síðast þegar hann kom inn á síðuna mína, hann Gunnlaugur, þá sagði hann, ert þú þessi Ingibjörg Ottesen sem ert alltaf að ljúga upp á fólk? Til dæmis hann. Og hann sagði á opnum þræði að það bæri að sækja mig til saka fyrir að vera að ljúga. Hann sagði ekki á son minn eða mig, eða ljúga á fólk. Og hver var þessi lygi að hans mati? Ég búin að spyrja því, það náttúrulega, hann segir það ekki, ég búin að spyrja hann. En það þetta álit mitt á Sigmundi Davíð sem náttúrulega doktor í skipulagsfræðum, það var nú ein lygin og svo bara hann, hvernig stendur á því að öfl eins og Miðflokkurinn
nær svona fylgi? Ég skil það ekki. Ég er ekki eina af þeim sem trúi slúðri. Slúðri bannað heima hjá mér og það var bannað að ég var krakki. Það var tala kannski pólitík en það var aldrei verið að níða niður fólkið og aldrei mátti maður tala um nágrannan. Ég hefði aldrei trúað því sem framfór á Klaustursbarnum ef ég hefði ekki fengið að heyra það. Það bara eða horfa upp á hann Sigmund Davíð hlaupa úr sjónvarpinu þegar var verið að bera upp á hann legarnar eða þegar hann stökk út úr háskólabíó þegar Sigurður Ingi vann hann í kosningum. Og ég er bara svona að ræða þetta þegar hann er hérna á þingi núna, það er svo margt þar. Við erum að vera í allan dag ef við ættum að fara að tala um það, sko. Já. Og ég hef verið að skrifa um það og Hans Snorra Másson og fleira, já, bara það þarf ekki að fela það. Nei, það þarf heldur ekki að fara neitt sérstaklega út í stefnu miðflokksins. Nei, bara hvað hún er ömurlega á allan hátt og hvað er verið að og formaðurinn er lígalaupur og ekkert annað fyrirgefðu. En ég var sammála honum í einu máli og alltaf, ef ég er sammála einhverjum, alveg sama hver það er. Þeir hefðu betur farið eftir því sem hann sagði doktorinn í skipulagsfræðum, sem hann ekki er, að vera ekki með Landspítalann þarna eins og krabbameininn í miðbæ, átt að færa hann út á Vífilsstaði. Þar var ég virkilega sammála Sigmundi Davíð. En þú spurðir sko hvað er fólk að hugsa með því að kjósa flokkins og miðflokkinn. Já, hvað er fólk í Bandaríkjunum að hugsa með því að kjósa Donald Trump? Ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Það er svipað. Þetta ekki sömu lögmál sem gilda? Jú, ef við horfum á stefnumálin og horfum á framfærsluna eða þú veist hvernig þessir tjá sig þarna á þingi miðflokkurinn þessi ofboðslega frekja að geta ekki sko þeir eru svo ólýðræðislegir tefja mál kom í veg fyrir sem að meiri hluti þjóðar kannski vill. Já. Einba, ég ætla aðeins að hvíla maður pólitíkinni núna, svona í lokin og já, ég talaði um það áðan og spurði því hvað er 78 ára gömul kona að vasast á Facebook og Ibagog. Kannski rétt að taka fram að þú kölluð Imba, þannig að það liggur vel við að segja Ibagog. Já, stundum Imba. Ég segi það Imba 8 var ég alltaf kölluð í Hvolsvelli. Imba 8, ég var mikið þar. Já, en þú ert nú enga síður móðir og amma og þú ert búin að gangi í gegnum heilmargt í lífinu þó að ég ætla nú ekki að fara að telja það alls saman upp og þá má ég til með að minnast á það að þú ert búin að missa dóttur þín á krabbameini og hinn dóttir þín greindist með krabbamein og svo greindist þú sjálf með krabbamein. Þetta er náttúrulega stór pakki á eina fjölskyldu. Já. Það var náttúrulega alveg ofboðslegt áfall að eldri dóttir mín greindist af því það var eiginlega að vita strax að hún myndi ekki hafa það af þó hún tryði því sjálf og berðist eins og ljón. Læknar töluðum 6 mánuði, hún greinist ekki fyrir hún er komin sko með 4. stigs krabbamein og þetta var rosalegt áfall fyrir okkur öll náttúrulega en hún átti 3 börn. Já. Mér fannst það verst. En hún lifði í 2 ár og dó svo og hún bjóði í Bandaríkjunum. Það var líka erfitt. Ég var dálítið mikið þar. Og það er svona ýmislegt og hafa verið erfileikar og fleira auðvitað út af vegna þessa. Svo 2021 þá er ég kölluð öllu heilli
að því ég var svo gömul, 73 ára, í svona tekk og ég hef alltaf mætt. Og svo hringt 7. júlí, já, 7. júlí, þá hringdi í mig og mér sagt að ég þurfa að koma aftur. Ég þurfa að koma og tala við og eitthvað og hafa einhvern með mér. Og ég segi, akkur segir mér bara ekki að ég sé með krabbamein? Og þá sagði stúlkan, ég er bara á síman, ég er bara ritari. Og já, og svo kvöldið þá deyr mamma og ég sagði bara engum frá þessu, ekki manninu mínum engum. En vinkona mín fór með mér þarna á þriðjudegi eða eftir helgina og jú, þá var ég með krabbamein. En það var staðbundið, það var athugað vel og eitlar og fleira úr teknir svo. En ég beið með aðgerð þangað til búið var að jarða mömmu og þá sagði ég frá því þegar var búið að jarða mömmu. Þetta var á COVID-tímum og svo kom þriðja áfallið þegar að dóttir mín greinist sem kynnt okkur. Hún Bóel, að þá er hún líka með þetta brjóstakrabbamein. Þetta ekki brakka, þetta eitthvað hormóna. Ég held að sé púðrið, þarna Johnson & Johnson púðrið. Ég notaði svo mikið af því þegar stelpurnar voru litlar. Já, heldur það? Ég held það eru málaferli út í Bretlandi vegna þess, sko þá voru tauplegur og ég var alltaf að passa að roðnuð ekki, þannig ég notaði óspart að Johnson & Johnson og ég var náttúrulega með á höndunum alltaf og já. En sem betur fer þá fannst þetta krabbamein hjá Bóel snemma. En hún fekk, ég bað að bæði brjóstin eru tekin að mér. Nei, já, en þeir neituðu því. En ég er krabbafrí allavega, það er komið 5 ár. Eru væntanlega fundist þetta vera dágóður skammtur sem varst búin að fá þegar hinn dóttir þín greinist? Ég veit ekkert það. Ég hugsa voðalega lítið út í þetta. Ég var búin að missa frænku mín og vinkonu mín að hálfa ári áður en að Sýri mín deyr. Hún fékk krabbamein og hún var mjög æðrulaus. Hún var ekkert æsti að verða mikið gömul á Íslandi og hún hjálpaði mig mikið og býtu akkur ætti þetta ekki að koma fyrir mig eins og aðra. Ég tek mikið meira nær mér ef að er eitthvað svona leiðindi í fjölskyldum eða leiðindi svona bara í almennt í lífinu. Af því það ég held að það er hægt að koma í veg fyrir það en það er ekki hægt að koma í veg fyrir krabbameinið. Já, og það kemur og sem betur fer að þá hef ég þá seglu að geta tekist á við þar sem að kemur upp á en sumt get ég ekki tekist á við. Ég vildi að ég gæti stundum fengi að vera bara einráða því ég held hvort að ég sé besservissi, ég veit það ekki, kannski. Hefur þér aldrei dottið í huga að fara sjálf út í pólitík? Jú, ég var að hugsa það á tímabili áður en ég eignaðist, sko, þegar ég byrja og gifti mig aftur, eignast að líða þarna 18 ára á milli og þá var ég að hugsa það. En svo þegar ég var í þarna þessum viðræðum þegar átt að fara að sameina flokkana, kvennalista, alþýðuflokk og alþýðubandalag, þá sá ég hvað þetta var rotið og ég myndi aldrei rekast í pólitík. Ég bara svona sem, ég sel ekki sálu mína, ég gæti það ekki. Þykist nú vita það. En hvað ætlar að fara að gera í sumar? Ég tók nú það ákvörðun bara skyndilega að skreppa í 10 daga til Bandaríkjana. Já. Koma svo heim og passa hund fyrir guðsoninn minn, hann Ómar. Og bara vera heima og svo það nú alltaf
að reyna að komast í einhverja ferð með þér landið, hvenær það verður. Já, ég veit það ekki, en svo það garðurinn og ég hef alveg nóg að gera. Nóg að gera, já. Takk fyrir að koma, Ingibjörg Ottesen, og láta allt flakka, vil ég leyfa mér að segja, vegna þess að ég átti nú reyndar von á því, en ég held þú erði miklu harðorðari, en nóg nú samt. En mjög gaman að fá því í heimsókn og ég segi nú eins og alltaf í lokin, gangið alltaf sólu. Já, þakka þér fyrir, þakka þér kærlega fyrir. Þetta mér lokið á þessu sinni. Heyru síðar, verið sæl. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.